Og þá höldum við áfram í föstudagsþættinu. Ein með öllu að bresta á hérna Akureyri Verslunarmannahelgina og til mín eru komnir tveir menn sem að skipuleggja herlegheitin. Velkomnir, Axel og Dóri. Takk fyrir. Hvernig gengur? Bara mjög vel. Já. Bara Er þetta alltaf að smella? Já, þetta er alltaf að smella. Stutt í þetta og svona, þannig að það er alltaf að gerast. Já. Þið svona hafið aðeins skipt með okkur verkum. Þú ert svolítið að sjá íþróttamót sem inn í hátíðinni. Já, sem sagt Iceland Summer Games, eða íslensku sumarleikana, sem búið að vera núna í 2016. Já. Og sem sagt bara íþróttaviðburðir. Sem allir geta tekið þátt í, eða? Sem allir opnir öllum og við viljum bara endilega hvetja sem flesta til að taka þátt í. Og þess vegna á ensku, Icelandic Summer Games, svo að túristarnir komi líka eða eitthvað? Já. Hendi af sér anoraknum og hlaupi, eða? Þetta er svona systurleikar annarra hátíðar sem eru með að vetri til sem heita Iceland Winter Games, sem var á undan. Og þetta kemur í kjölfarið. Okay. Það svona tengingin, sko. Þannig að þarna verður bara keppt í alls konar viðburðum. Við bæði verið að keppa í og bjóða fólki að prófa. Já. Hvar fer þetta fram? Þetta Allan bæ? Hér og þar, já. Út í Kjarnaskógi svolítið. Já. Og inn á Hrafnagili. Við erum þríþrótt á Hrafnagili á laugardaginn. Okay. Og þá strandblagsvöllurinn notaður að vellinir? Já, það ætlum að vera með handknattleiksdeild KA, það að vera með strandhandbolta. Sem svolítið nýtt, en að ryðja sér svolítið til rúms víðum heim. Takið bara þá niður netið og setið mörk? Já, það eru basically bara 2 blakvellir, teknir í það og búið til 1 handboltavöllur. 5 í liði ef ég maður rétt. Og þetta, ég bara hvet fólk til að koma og horfa. Ég ætla svo sannlega að gera það. Þetta mjög spennandi. Aðeins erfiðari tilþrif í þessum sandi. Já, þetta ekki alveg svona, það alltaf erfiðari sandi. Þannig að þetta og verður á sunnudaginn, út í Kjarna. Bæði barnaflokkur og fullorðinsflokkur. Þannig að þetta fyrir börn og fullorðna. Og þarf að skrá sig eða mæti maður bara? Það þarf að skrá sig. KA sér þetta og skráning hjá siguróli@ka.is. Og hægt að finna þetta á öllum okkar auglýsingum, þannig að bara endilega. Tjekka á þessu, þar getur maður að sé líka í hverju þetta keppa og í hverju þetta taka þátt. Einmöðöllu.is, það undir sportið, það eru allir íþróttaviðburðir, staðsetning, tímasetning. Spennandi. Og þetta aukast svona frá ári til árs síðan þið byrjuðu? Já, þetta svona svipað, en hún allavega síst að dala, þannig að fólk mjög áhugasamt. Og hugmyndin með þessu var að tengja saman Verslunarmannahelgina og hreyfingu, íþróttir, svona heilbrigði. Reyna kannski að laga stimpilinn sem var komin á þessa hátíð, er það ekki? Svolítið þannig, sko. Aðeins að gera þetta heilbrigðara. Já. Og það bara svolítið svona vinna sem fór í gang að bara og Akureyri bara vill standa fyrir heilsueflandi bæ og hvetja fólk til að stunda hreyfingu og útivist. Og þetta bara liður í því. Fólk getur komið hérna á hátíðina. Það eitthvað fyrir mömmu og pappa, keppi, taka þátt í. Það eitthvað fyrir börnin, kirkjutröppulaupið. Það fyrir alla náttúrulega. Þannig að það svona hugmyndin. Svo fer fólk í mömmur og muffins, það getur fara á tónlistaratriði, þetta bara svona almennt. Dóri, þú ert svo sem með allt hitt eða hvað? Já. Allt hitt á þinni könnu eða? Nei, ekki alveg á minni könnu, en svona jú. Já, en það eru það tónleikar og viðburðir alls konar? Já, það eru bara viðburðir út allan bæ og skipuleggja tónleika og heilan helling, sko. Eru tónleikar á mörgum stöðum? Eru svið hér og þar eða? Já, það nefnilega alveg svið á nokkru stöðum núna, sko, og hafa verið. Það eru náttúrulega föstudagstónleikarnir. Eru þeir á Ráðhústorgi? Nei. Já, þeir hafa verið á Skátegili áður. Já. Og það eru fyrstu út í tónleikarnir okkar í rauninni. Svo eru náttúrulega börnin í bæinn á laugardeginum. Hvað er það? Það er í rauninni bara, fáum börnin í bæinn. Já, og þá dagskrá miðið þar við þetta? Já, svona við þeirra hæfi, sko. Já. Máttu leika einhverjum nöfnum og svona hljómsveitum eða hvað það nú er? Já, ég sjálfur að spila þarna. Já. Dagur Guðna ungur strákur hérna sem rappari og það kemur Sirkus Íslands held ég og ætlar að koma með eitthvað. Þeir eru náttúrulega búin að setja upp tjaldið sitt fyrir framan þarna leikhúsið. Já, og Sigyn Blöndal, hún ætlar hann með eitthvað. Já. Náttúrulega stundin okkar. Já. Það heill hellingur. Já. Svo náttúrulega tónleikarnir kvöldi á laugardeginum. Þannig að útitónleikarnir. Já. Þeir eru náttúrulega bara svona fjölskylduvænir en kannski klukkan orðaldi margt á, en endilega vil ég fá allir í bæinn. Er þetta dagskrá alveg 5., föstudag, laugardag, sunnudag, eða er þetta föstudag, laugardag, sunnudag? Nei, þetta er 5. Við byrjum þetta náttúrulega á Glerártorgi. Já. Það eru tónleikar. Inn á Glerártorgi? Inn á Glerártorgi. Og í rauninni opnum þetta þar. Já. Og svo gengur þetta bara alveg þangað til að spari tónleikunum á sunnudaginn. Og spari tónleikar, hvar fara þeir fram? Þeir fara fram á rauninni á Leikhúsflötinni. Já. Það Heljarnasvæði og
helgirna tónleikar sem að enda bara á risa flugeldasýningu miðnætti. Og það einmitt orðið passlega svona skuggsýnt að þetta nýtur sín. Já, ég mitt var að keyra hana að kvöldi til daginn og þegar ljósin eru farin að, þú veist, stjörnur komnir í gang og það komið myrkur og svona. Það var ansi kósí að vera í flugeldasýningu sko og hlusta góða tónlist. Og nú náttúrulega komið nýtt þarna svona skraut fyrir þessa sparitónleika, ekki þá leikhúsbrúin nýja? Blasir hún ekki við þarna, upplýst og fín? Skartasinni fyrsta þarna sko. Það er gaman að sjá hana í ljóðlinn ljósunum sko. Það er fullt af fánastöngum uppbúrinu, haldið að það verið flaggað. Vitið þið eitthvað um það? Er það ekki á ykkar könnu? Jú, það verður flaggað. Þið sjáið til þess? Já, við sjáum til þess að verður flaggað. Þetta er mjög spennandi. Eitthvað fleira svona sem við viljum segja frá, ein með öllu og það þarf náttúrulega væntanlega að fá sér pilsu með ypsiloni, kannski frönskur á milli. Já, það er svona, ef fólki finnst það. Típiska Akureyring. Jú, það er gaman að segja aðeins frá sunnudaginn, hann er verið svolítið óhefbundinn og það er 9. ár hjá okkur, það er sérst skógardagurinn í Kjarnaskógi. Það er rosalega spennandi og þar ætlum við bara að færa megnið að dagskránni út í Kjarnaskóg á sunnudaginn. Og er þetta svona það sem maður getur poppað yfir eldi, fengið að tálka? Krakkarnir geta komið og poppað yfir eldi, bara opnum eldi og það verður ketilkaffi fyrir mömmu og pabba sem er einmitt gert svona yfir eldi með gamla mátanum og... Kannski lummur líka? Það voru einhvern tíma, ég hef nokkur sem mætt á þessa skógardaga, þeir eru æðisleg. Þetta er nefnilega æðislegt. Þetta er magískt, alltaf logn. Alltaf logn og veðurspáin í gær, hún var alveg bara upp á 10. Það var mikið 18 stig og sól. Jú, það var bara geggjað, þannig að vonandi rætist það. Og það er svona hugmyndin bara að búa til skemmtilega fjölskyldustemmingu. Það verður bara líf í skóginum, verður fullt að vera. Það verða íþróttaviðburðir, fólk getur komið og fengið að prófa bokkfimi. Bokkfimi deild íþróttafélagsins Akurs. Verður þarna með boga og örvar og skífur og leiðbeinendur og þannig að allir geta fengið að prófa. Strandhandboltinn, hann verður í gangi. Og svo er náttúrulega öll leiktækin sem eru fyrir skóginn. Dínan að hoppa hoppudínan, það er völundarhúsið og öll gömlu leiktækin sem er og ógleymdum kanínunum. Kanínunum ótöldum sko. Mínir krakkar hafa oft verið bara heilu dagana að elta þær. Það var alveg hugmynd að hafa keppni að fanga kanínur? Já. Og sleppa þessu eftir. Það er ekki séns að ná þeim. Það er ekki? Veitu ekki neitt sem hefur náð? Jú, ég veit til þess að fólk hefur reynt sko, en ég þekki henni ekki afraksturinn sko. En þetta ætlum við bara að hafa rosa skemmtilegan svo fjölskyldudag og hugmyndin er að fólk getur bara komið og labbað skóginn og það er eitthvað að vera svona út allt. Það er frábært. Bara svona Verðið þið ekki í vandræðum með bílastæði? Eru þið búin að hugsa fyrir því? Já, það er búið að hugsa fyrir öllu og það verður bílastæðin alltaf sem eru til og við erum búin að taka undir stóra grassfleti. Það verður merkt allt saman og leiðbeint með það. Og hvetjum við ekki líka Akureyringa til að taka þátt í þessu? Þeir hafa kannski stundum stungið af? Já, við viljum endilega að Akureyringa haldi sér bara heima og taki þátt í þessu með okkur. Við viljum ekki missa þá á einhverja aðra hátíð sko. Nei, það má ekki. Má nú ekki gleyma því, þú veist, þetta er okkar bæjar hátíð sko. Ætlum við að mála bæinn rauðan, bláan, bleikan eða erum við ekki í því? Rauðan. Við ætlum að skreyta með rauðu. Skreyta með rauðu. Gott að hafa það á hreinu. Rautt þema einmitt. Og KM alveg sáttu við það. Komið einmitt í þessum rauða bólinu. Við komum báðir í rauðu sko. Við erum svona aðeins út í rautt, já. Þetta er búin að sulla á minni fyrir viðtali en þess vegna með kottan. Þetta hljómar rosa vel. Ég hlakka til og bara sjáumst á einni með öllu. Gangi ykkur vel á síðustu metrunum og takk fyrir komuna. Takk fyrir okkur.